Vinsælasta gönguleið Siglufjarðar án efa snjóflóðavarnargarðarnir sem liggja í fjallinu fyrir ofan bæinn. Það eru líklega ekki allir sem átta sig á því að hægt að ganga eftir görðunum, en þeir eru mikið notaðir til útivistar. Maður sér hérna endalaust bara fólk alla daga og langt fram á kvöld og bara að njóta útsýnis. Það náttúrulega mjög flott útsýni hérna af þessum hérna syðri haus á þessum garði. Og þetta bara frábært og skemmtilegt að fara Þetta eru rosalega stór mannvirki hérna og maður áttar sig kannski ekki einmitt á því að það sé hægt að ganga garðana þegar maður hérna niðri í bæ. Nei, þetta er nefnilega ekkert svo auðséð frá bænum séð, en það sé svona, ef maður fara að rýna í hérna fjallið, þá sér maður svona mótans fyrir einhverju línu og það er semst hérna handrið á þessum görðum sem snýr hérna upp í fjallið. Og þetta er alveg 17-18 metra hátt hérna ofan við sem snýr upp í hlíðina og hérna þetta er bara ekkert svo augljóst að sjá þetta svo sem neðan frá. Og þetta eru sem sagt nokkrir svona garðar og við erum hérna upp á lengsta garðinum, er það ekki? Jó, þetta er lengsti garðurinn. Hérna er semst Skálarípill, þetta er vist kallað ríplar og hafa fengið þau nöfn. Skálarípill, Bakkarípill, Hlíðarípill og Hafnarípill, Skriðurípill og svo er semst hérna nyrst er þessi kálfur sem kallar það semst eru svona leiðigarðar. Og svo semst fyrstu mannverkin sem eru gerð hérna til þess að verja byggðina eru semst hérna sunnan til í bænum, semst verja syðsta hluta bæjarins. Það eru semst Stóribóli og Litlibóli og þau mannvirki þá hófust framkvæmdi við það 1998 og þeim lauk 99 og hérna það dæmi sannaði sig bara fyrsta veturinn því að hálfbyggðu garðurinn tók hérna risastór snjóflóð sem að beindi frá og varði þau hús og mannvirki sem voru þar neðan við. En þó að hafi náttúrulega verið nauðsynlegt að byggja þessa garða á sínum tíma þá var þetta náttúrulega svolítið rask hérna og kannski ekki allir sem voru sammála að fá þetta mikla mannvirki hérna fyrir ofan bæinn, eða hvað? Nei, ég náttúrulega alveg var við það því að ég vann hjá Suðurverk sem var stór verktaki sem vann þennan seinni hluta af þessum stóru snjóflóðavarnargörðum og maður varð ofta að passa sig sérstaklega helgar sem að þá sá maður svona að fólk var að laumast hérna upp í fjallið og þó þetta væri nú loka vinnusvæði að fólk var að koma hérna og svona hafa sitt álit á þessari framkvæmd og maður svona hafði alltaf varan á sér að bæði þegar maður bakkaði jarðýtu eða sneri einhversu skurðgröfu að stæðinu kannski ekki einhver bara nánast upp við ítuna eða gröfuna. Þetta var svolítið svona stundum vandamál en svo bara skýrist þetta, menn fóru svona átt á sig hvað máli snerist og menn eru mjög sáttir held ég við á endanum því að þeir fóru síðan að nýta þetta bara sem útivistarsvæði líka. En svo segir, það er gríðarlega fallegt útsýni hérna, maður sér hérna bara inn og út fjörðinn og hvað er þetta löng gönguleið ef maður gengur hérna bara frá enda til enda? Já, ég nú ekki alveg kláraði hvað þetta er langt en bara Stóribóli sem er hérna syðstur hann er 900 metrar langur og þetta er einhverjir kílómetrar hérna, ég held að þessi stöndum að núna sé kílómetri svo bætast þarna við þarna garðar utan við. Þannig að þetta er alveg tilvalin leið ef maður vill fá sér smá göngutúr og njóta útsýnisins hérna við Siglufjörð. Já, það er ekki spurning þetta er alveg bara dagsvinna ef menn ætla að fara alla þessa gönguleið sem eru hérna í kringum þetta og svo leiðir þetta hvert að öðru, maður ganga hérna það bara upp veginn gamla hérna upp í Hvanneyraskálina og njóta enn meira útsýnis. Þú þekkir náttúrulega margar góða gönguleiðir hérna í nágrenni Siglufjörð. Þú ert nú með þitt eigið hérna, göngufyrirtæki, eða ekki? Eða útivistafyrirtæki? Jú, ég er hérna með fyrirtæki sem heitir Top Mountaineering og við hjónin stofnuðum þetta fyrir nokkrum árum. Byrjum bara í gönguferðum. Þegar maður fann fyrir því að fólk langaði til að ganga í þessum fjöllum hér og náttúrulega skiljanlegt en þannig að við stofnuðum fyrirtæki sem höfum síðan svona smá vafið upp á sig. Við höfum verið að leiðsegja hérna í kring og inn í Héðinsfjörð og víða og hérna vestur í Fljótin og yfir fjöllin sem eru svona hérna næst okkur og þetta er óþrjótandi alveg dæmi sem hægt er að nýta hér allt árið og hérna síðan fórum við út í þetta með kajakana og það hefur alveg slegið í gegn og
og hefur bara aukist ár frá ári. En hver er þín uppáhaldsgönguleið hérna í nágrenninu? Það er náttúrulega hérna upp í Hafnarhyrnuna og fjöllin hérna ofan við bæinn og þetta er já, bara stórkostlegt útsýni í allar áttir. Það er hægt að horfa hérna vestur á Dranga sem eru hérna 120 sjómílur vestur á okkur og svo hérna austur á sléttu nánast. Þannig að það er alveg hægt að teygja daginn bara í fjallgöngum hérna. Kannski ágætt samt bara að byrja á görðunum, allavega fyrir mig með þennan fótabúnað í dag. Ég fer ekki mikið lengra. Já, þetta er mjög fínt að fara einmitt bara á strjáskónum. Þeir eru alveg gjörnir í þetta sko og held ég að sé ekki að þvælast neitt fyrir okkur. Það er helst að lúpína sig kannski fann aðeins svona, já, þrengja sumar gönguleiðirnar en við látum það ekki stoppa okkur.